Logi, ég ætla að byrja að spyrja bara út í síðasta tímabil út í Tyrklandi. Hvernig var þetta allt saman? Þetta var bara gott tímabil og mikið af leikjum og já, bara skemmtilegt tímabil heilt yfir. Það var- og bikarinn fór langt að þar og þetta var mjög skemmtilegt tímabil. Það var svona miðbygg mót svona eins og dittir aðeins út eða er í aðeins minna hlutverki. Hvað gerist? Ég held að það er bara þreyta og ég var ekki van, ég hef ekki verið búinn að vera vanur að spila svo mikið af leikjum og bara svona eins og orkan fór aðeins úr manni en síðan var maður fljótur að komast aftur í gang. Þetta voru ekki margir leikir sem ég datt eitthvað út en já, bara trikki að spila heilt tímabil á svona leveli og maður er bara að fatta meira og meira hversu mikið maður þarf að hugsa líkamann og rétta næringu og allt þetta dót sko. Tala um marga leiki, þú veist, þú kemur líka beint úr miðju tímabili í Noregi. Var það skrítið? Já, það var svolítið skrítið sko. Ég kom heim síðast sumar í 2 vikur í frí og svo bara beint í pre-season og náttúrulega bara Tyrkland var svolítið overwhelming sko. En já, það var nú sérstætt en síðan var ég fljótur að komast inn í hlutina. Og velming bara upp á menningu að gera, hvernig þá? Bara menningu, fansa, lífið, bara einhvern veginn allt. Hver var lausnin? Af hvernig komstu inn í þetta? Ég bara gerði það sem ég gerir best og var ekkert að hugsa of mikið út í það og fór út á völlinn og gerði mitt sko. Talar líka svona um að hugsa sjálfa. Er eitthvað svona sem þú áttaðir á eitthvað sérstætt sem þú gerir til þess að bara halda þig við? Nei, ekkert sérstætt kannski, bara já, maður það bara svo vel og bara þetta klísju dót sko, ekkert sérstætt. Bara að spila í tyrknesku úrvalsdeildinni, hversu góð deild er þetta? Ég myndi segja hún var mjög góð sko, hún er svolítið mannmetin held ég en já, þetta er mjög mikið 1-1 og physical deild og já, bara erfitt að mæta þessum stóru liðum og já, bara tekur á sko en þetta er mjög skemmtileg deild líka. Fansarnir er náttúrulega mikið passion og já, bara allt í kringum þetta er mjög skemmtilegt. Hvernig er að mæta á þess að þú veist útivelli hjá Galatasaray og Fenerbahçe, Besiktas? Já, bara trillt sko, það er eiginlega ekkert að lýsa því sko, þetta eru svona, maður er náttúrulega var að spila núna mot Argentínu og Japan sem var trillt líka en þetta er á öðru leveli fansarnir þar sko, ég hef ekki spilað í svona andrúmsloft áður. Láta þér, þú veist, einstaklinga heyra það eða liðin eða hvernig virkar þetta? Bara bæði sko, þú veist, það er bara allt sko, en já, þú veist, þessir útivellir eru trilltir og Istanbul er náttúrulega geggjum borg og ég held að 20 milljónir mann sem búa þar, þannig að já, þetta er bara skemmtilegt að ferast í þessa stóru leiki og líka að minni sko, það er ekkert lítið lið sem er þarna fyrir neðan sko, þetta er allt frekar stóru klubbar sko. Hvernig var Tyrkinn að taka þig í loða? Bara vel sko, ég held það, já, bara var tekinn vel á móti frá fyrsta degi og já, ég er bara spenntur fyrir öðru tímabili þarna sko. Hvernig svona leiðir bara svona heilt yfir í Samson? Bara mjög vel sko, bara, já, þetta er svolítið langt í burtu og ég þarf að taka auka flug til þess að komast þangað en Samson borgin er mjög næs og þetta er strandaborg og ég er spenntur að vera núna út í sumar og vera í 30 gráðunum og smá kíka aðeins að sundleðabakkan og slaka á. Svona, ef maður horfir á tölfræna, varstu nú að spila bara mjög vel með fyrsta tímabil líka og bara heilt yfir á einhverjum topplistum og svona, varstu ekki bara nokkuð sátt við þetta? Jú, ég held að ég hef verið á einhverjum nokkrum topplistum og já, bara ég gerði það sem ég gerir best þegar að leggja upp eða skora mörk og var mikið í sóknarleiknum í liðinu, þannig að þegar ég var upp á mitt besta í leikjum þá var ég mikið að búa til færi fyrir liðið og skapa marktækifæri sko. Að fara úr norsku deildinni í tyrknesku deildinni, hver er svona mesti munur? Var eitthvað sjokkerandi? Já, kannski bara betri leikmenn 1-1 og erfiðara leikmenn að mæta en síðan aðalega bara fansarnir sko, andrúmsloftið í kringum leikina og bara svona, manni fekk svona gæsahúð bara þegar maður spilaði fyrsta leikinn og já, hvað þetta er bara mikið svona trúarbrögð þarna í fótboltanum sko, það er svolítið það sko. Þú veist, einhvern tímann hræddur við eitthvað, þú veist, að menn myndu ganga langt eða eitthvað svoleiðis? Nei, þú veist, maður líka bara að vera varvissi og láta ekki hafa ómikil áhrif á sig þegar fansarnir er að segja eitthvað eða bara fólk er að segja eitthvað en þú veist, þetta er bara partur af fótbolta og ég er svona búin að ná að blokka þetta alveg út núna sko, ég er bara að gera mitt sko. Hvernig er að fara bara inn í borgina, inn í Samson? Þekkir fólk þig?
Já, ég myndi segja það. Svona ef ég fer út að borða eða eitthvað, þá oftast einhverjir sem taka myndir og ég er svona nokkuð þekktur annað, sko, já. Hvernig leggst bara svo næsta tímabilið? Þú veist, voruð á pari vanandi markmið, viljið þið lengra herra? Ég myndi segja að markmiðið hafi verið hærra, sko, en þú veist, 7. sæti er ekkit skelfilega niðurstaða, sko, en markmiðið var alltaf topp 5 held ég og það var ekkit svona tala opinbert það, en já, en þetta er líka erfið deild, þannig að 7. sæti er ekkit skelfilegt með við vorum líka í Evrópu og bikarnum svona langt, sko. Þannig að þetta var svona aðeins undir pari í deildinni en síðan náðum við langt í sambands og í bikarnum, þannig að já, við vorum einhvern veginn á öllu vingstöðum, þannig að þetta er trikki að vera með að geta risa hópa og keppa í öllum þessum keppnum, sko. Fannstu svona einhverju tímamóti varandi það, var fókusin á einni keppni frekar en einhver annari? Nei, ég myndi ekki segja það. Kannski meira sambandsdeildinni þegar við vorum komin í 16. úrslit á móti Rayo Vallecano en annars bara fórum við hvern leik til þess að reyna að vinna, sko. Svo, eins og þú nefndir þú fórst svo til Japans og Bandaríkjanna, hvernig var þessi ferð? Hún var bara mjög skemmtileg, sko, og já, mikið af nýjum leikmennum sem voru í Japansferðinni og sem að stimpluðu sér bara fínt inn og já, bara ég er alltaf mjög glaður í landsliðinu og stoltur að vera í þessum hóp. Hvernig var að upplifa bara Japan? Það er alveg menningarsjokk, sko. Ég er alveg vanur ykkur menningarsjokkum en þetta var svona allt öðruvísi og ég hef aldrei séð svona mikið fólki á götunum og bara svona mikið líf bara, þú veist, hvenær sem sko, yfir daginn en annars var maður mest upp á hóteli að slaka á en þetta var alveg menningarsjokk, sko. Og svo móti Bandaríkjunum, móti Argentínu í Bandaríkjunum, hvernig fannst þér það ganga? Hvernig fannst þér þessi leikur? Bara fyriráleikurinn solid, sko, og svo bara seinni hálfleikur er bara, þú veist, þeir setja Messi inn og einhverja kanónur og ég tala fyrir mig, þá fannst mér þetta að vera erfiðasta leikur sem ég spilaði eða svona bestu leikmenn sem ég hef mætt á ferlinum, þannig að þetta var bara erfið leikur og það verður ógeðslega mikil gæði og eins og þeir eru að sýna líka bara HM núna þeir geta að fara alla leið í þeirri keppni, þannig að já, þetta er bara fyrir reynslubankann. Þú veist, hvernig er að spila bara rúman klukkutíma og svo kemur bara einhver gaur sem er bestur í heimi inn á, hvernig er að upplifa að mæta svona gæði, hvernig er hann inn á vellinum? Ég var eitthvað að tala þetta við strákana þegar ég var tekinn út af þegar hann var að vinna en það er svona, þetta er bara eins og þetta sé ekki í ríl, sko. Sjá hann á hliðarlínu vera skokkandi og snúa menn og ég persónulega vissi ekki eða bjóst ekki við hann væri enda svona góður en hann er, já, bara trilltur leikmaður. Varstu eitthvað svektur að fá ekki að mæta honum einn og einn inn á vellinum? Já, fegin kannski? Nei, ég hef alveg viljað mæta honum, sko, en já, það var bara fínt að allir fengu að spila og það var bara æfingarleikur en auðvitað vill maður alltaf vera inn á og fá að spila á móti Messi en það er ekkert verið að byrja við því. Þú núna eru nokkru mánuðir í næstu leikið, það eru mikilvæg leikir í þjóðadeildinni, hvernig líður bara með stöðuna á landsliðinu í dag? Mér líður bara fínt með hana, sko, þú veist, það voru náttúrulega 2 erfiðir æfingarleikir á móti landsliðum sem er svolítið reyngað þar við og já, bara reynsla að spila á móti svona liðum en það er bara skýrt markmið held ég að vinna þá deild, 7 deildina og já, bara spenntið fyrir því verkefni, sko. Við verðum væntanlega meira með boltan þar og meira kontróla, þannig að ég er spenntið fyrir því. Nákvæmlega. Aðeins heim, þú komst heim og hélst tónleika, hvernig gekk? Gekk bara mjög vel, ógeðslega gaman að sjá svona mikið fólki koma á tónleikana hjá manni og já, þetta var svona mitt goodbye í tónlistavíslandi í bili og mér fannst ég bara að gera það ágætlega. Og mikið af fólki sem mætti og þetta var mjög skemmtilegt. Þú veist, það hættaði tónlist, kemur þetta alfarið bara frá þér eða er einhver svona, kannski tekur þú hlýja, þú veist, eitthvað svona út á fótboltanum? Þetta kemur bara alfarið frá mér, sko. Ég er svolítið búinn að kontróla, þú veist, balansinn á milli en ég finn svona að hugurinn er alltaf að leita bara í að fara meira all in í fótboltan. Þótt ég sé náttúrulega bara all in í bolta en bara, mér langar að fókusa bara á boltan og síðan get ég komið heim þegar ég er búinn í bolta og gert fleiri hittara og haldið ykkur tónleika þá kannski, ég sjáum til. Vanandi þessar tónleika, þú ákvaðst að þetta eru styrktartónleika fyrir Ingvar. Hvernig, þú veist, gekk söfnin? Varstu ánægð með niðurstöðuna? Já, hún gekk vel, sko, bara fínt, sko. Ég enda eftir að fá að sjá allar loka tölunar en ég stefna á að geta gefa honum ágætis upphæð og bara að gleða mig að geta styrkt Ingvar og hans fjölskyldu og já, bara
mikið samstaða við Ingvar, sko. Er engin svona tóma tilfinning eftir að bara með tónlistinu verður ekki áformald núna að næstunni allavega? Nei, ég hef nóg að gera. Ég er alltaf eitthvað að brasa og finn mér alltaf skemmtilegt að gera. Síðan er bara nóg að vera að spila fótbolta í efstil í Tyrklandi og það er nógu challenging fyrir skrokkinn og fyrir hausinn, sko. Þannig að ég er bara spenntur að halda fram og taka ennþá fleiri skref í fótboltanum, sko. Aðeins að lokum út í Víkingana þína hérna heima. Hvernig er að sjá þessa gaura bara pakka hverju liðinu saman á fætur öðrum? Það kemur ekkert á óvart, sko. Ég er búinn að mæta nokkra æfingar með þeim núna í sumarfríinu mínu og já, það er bara svo mikið gæði og ekki bara á fyrstu 11, heldur bara allir hópurinn, sko. Þannig að þetta er bara svipað á þegar ég var þarna. Þetta er bara vel sem að vera að malla og Sölvi góð þjálfari og Kára stjórnir sig. Þannig að þetta svona kemur bara heila ekkert á óvart að þeir séu að pakka deildinni saman, sko. Talar svipað, eða þú veist, tilfinningin núna er eins og þetta sé bara óstöðandi dæmi. Það var kannski ekki alveg óstöðandi þegar þið voru, en samt voru að vinna hefðið deilum, skilur. Finnst þér þetta að vera betra lið? Já, ég veit ekki, þú veist, það er eftir mig að segja af utanfrá, sko. Og við vorum heldur góður. Ég man þegar við unnum titilinn, ég fór út, þá fengum við ekki mark á okkur fyrstu 7 leikjum. Þannig að þetta er svona svipuð tilfinning og það tímabil, en þú veist, já, þú veist, allir þessi leikmenn sem búin að vera svona lengi, þú veist, þeir eru bara orðnir betri og reyndari og já, þú veist, þessi hópur er bara fáránlega gæði og já, en það er erfitt að svara þeirri spurningu samt, sko. Þú ert alltaf með Gylfa í landsliðinu, hvernig er að sjá hann í Víkingstreyjunni, þú veist, hversu viljugur hann er, þú veist, hvað hann vill þetta mikið? Bara mjög vel gert hjá manninum, hann er, ég veit ekki, hann er 35 ára, 36 ára. 36. Já, hann er bara svo mikill atvinnumaður og bæði með landsliðinu og Víking, hann lyftir öðrum upp og já, bara, já, hann er bara mikill atvinnumaður og sér að hann er búinn að spila á hæsta leveli. Það er alveg augljóst að sjá og hann er ennþá með þessi gæði í sér og mér finnst eins og að sé að kvikna ennþá meira á honum núna. Búið að taka hann aðeins smá tíma finnst mér og núna er hann einhvern veginn að stíga ennþá meira upp.